Það er hérna tap í kvöld eftir svona sterka byrjun, 11-0 byrjun þarna, þá einhvern veginn kom eitthvað hik eða eitthvað svona í sóknarleikinn okkur. Hvað getur þú útskýrt það eitthvað fyrir okkur? Bara, við vorum að gera fínt sko, við vorum að fá Gala með layup og bara hittum ekki neitt. Ég og Rósa ég tók með baslið að setja hann onni og það er erfitt að vera fúlla því mér fannst við vera að finna réttu staðina og við vorum skjótað í 20% í hálfleik, ég veit ekki hvort það hafi eitthvað batnað eins í seinni hálfleik. En við vorum að spila fína vörn en þegar það gengur ekkert sóknarlega þá svona hægt að drepa það svolítið niður stemminguna og ég held að það bara gert svona útslagið í kvöld. Við fannst svona að réttir leið í seinni hálfleik, náðum aldrei einhvern veginn að slíta okkur frá og svo bara náðum við ekki að klára þetta. Þið fenguð þarna mjög góð lukkan undir lokin að setja stórskot en það kannski datt aðeins hinum megin. Já, mér fannst við að brátt vera löngu búin að klára þetta. Ég minnir að það hefði verið 14-0 eitthvað í byrjun og svo var þetta bara jafnt strax en svo einhvern veginn, við vorum alltaf á leiðin á rönni, náðum aldrei meira en kannski 5 stigum í röð og ég meina klikkum hann þessum 2-3 stigum í restina en mér fannst það átti ekki að vera það sem að leikurinn snerist alltaf löngu búin að ganga frá þessu. Carmen er við viðræðinni í kvöld. Getur eitthvað tjáðum eitthvað hann frammistöðu? Nei, við vitum auðvitað og það vita held ég allir í deildinni hvað hún getur gert. Hún er frábær leikmaður og við áttum í basli með hann í kvöld og við verðum alltaf bara að horfa á vídeo og næstu við spilum við hann verðum við að geta stoppað hann betur. Það er alltaf fáránlegt að einn leikmaður getur skorað 40 stig á þig og á þetta ekkert að gerast. En við söknum Dýrfinni svolítið í þessu. Dýrfinni er náttúrulega okkar besti varnarmaður en við hina verðum alltaf bara að stíga upp og spila betri vörn í staðinn. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Ekkert mál.